svæðinu frá Siglufirði til Bakkafjarðar eru 13 sveitafélög með liðlega 29.000 íbúa sem eru 9% af íbúafjölda landsins. Á 50 dögum í vetur ætlum við að flakka svæðið og kynnast því sem það hefur upp á að bjóða. Á flakki okkar frá Siglufirði til Bakkafjarðar í dag ætlum við að kynna okkur menningu og listir á svæðinu. Stundum sagt að menningin sé það sem gefi lífinu hreinlega gildi og því væntanlega óhætt að álykta sem svo að fjölbreytt menning bæti lífs- og búsetuskilyrði svæða. Á þessari ferð okkar þá finnum við glöggt fyrir því að í menningamálum líkt og svo mörgum öðrum fjármögnun verkefna iðulega töluverð hindrun. Í öllum landshlutum utan höfuðborgarsvæðisins starfa menningaráð en hlutverk þeirra að efla menningastarf á landsbyggðinni. Menningaráðin vinna meðal annars að stefnumótun, fjölgun skapandi starfa, samvinnu og gæðaþróun á sviði menningar og lista. Jafnframt styrkja þau menningarverkefni fjárhagslega. Við hittum Ragnheiði Jónu Ingimarsdóttur, menningarfulltrúa Eyþings á Hjalteyri sem rétt norðan Akureyrar, en hún segir að menningarlífið á svæðinu frá Siglufirði til Bakkafjarðar sé fjölbreytt og kröftug og þáttaka íbúanna sé mikil. Og svolítið gaman kannski að hugsa þetta þannig að við getum notið menningar alla daga ársins, raun og allan daginn, því hér mannlíf og menning það fjölbreytt. Eitthvað sérstakt við þetta svæði eða eitthvað svona sérstakur tónn eða þetta einmitt aðalega fjölbreytt? Þetta ég myndi segja fjölbreytt. Það náttúrulega þetta sterka svæði hér í Eyjafirði, það sem mjög mikið að menntuðum myndlistamönnum og það og ekki bara myndlistamönnum, heldur listamönnum og það skapast náttúrulega hluta til í kringum þessar stofnanir sem eru hér á svæðinu. En það þið hjá Menningaráði Eyþings hafi verið að styrkja marga í þessu og við heyrum það nú oft þegar þið farið yfir, getur þú lýst kannski fyrir okkur því sem að koma inn á borð til ykkar, þetta listamenn, hátíðir? Þetta allt mögulegt, þetta listamenn sem vilja skapa sér atvinnu á svæðinu í sinni listgrein, þetta áhugafélög, það mjög mikið að menningafélög með svæðinu, ég held að þau séu bara vel yfir 40 og við erum með líka öflug leikfélög við erum með 15 leikhópa og leikfélög og það veitt atvinnuleikhús sem hér á svæðinu og það má eiginlega þetta spannar alla flóruna sem kemur inn á borð til mín. Og hvaða máli skiptir nú menning og listir fyrir bara svæði almennt og þetta svæði? Já, þau skipta náttúrulega bara mjög miklu máli því að menning og listir breyta samfélögunum, gera þau vænni til að búa í, það verður meiri ánægja í samfélögunum, fólki líður betur og þau bara bæta mannlíf á allan hátt. Menningin eitthvað ólík innbyrðis innan svæðisins? Við sjáum náttúrulega að svæðið ólíkt með stóran kjarna eins og Akureyri og síðan minni sveitafélög beggja vegna, bæði inn í Eyjafirði og síðan ekki síður út á alveg Langanes. Já. Þetta náttúrulega ólíkt svæði. Já, þetta alveg svo himinn og hafi, svo við setjum áðan. Við getum bara tekið utanverða Eyjafjörð eins og út í Fjallabyggð og það náttúrulega, við getum kallað hátíðabæinn okkar. Það hátíðir nánast flestar helgar yfir sumarið og mjög öflug safnastarfsemi líka. Og svo náttúrulega á Eyjafjarðarsvæðinu þessi sterki þáttur með alla þessi starfandi listamenn á svæðinu. Við erum að vinna núna verkefni sem við köllum grunngerð og mannauður og erum að safna upplýsingar bæði grunngerði, menningarstarf og mannauð og við erum komið með yfir 200 menntaða listamenn á skrá hjá okkur og erum ekki búin að fylla listan. Svo ef við förum austur fyrir þá náttúrulega svolítið meiri kannski þjóðmenningar áhersla, það öflug söfn fyrir austan og það mjög öflug áhugamannamenning, tónlistin mjög öflugðar bæði hjá menntuðum og kórastarfi. Ég held að við erum með yfir 60 kóra á öllu svæðinu, þannig að þetta alveg ótrúlegur fjölbreytileiki. Nægilegt fjármagn í menningu og listum? Nei, í raun og veru ekki. Maður getur alltaf sagt að vanti fjármagn, en okkur ber náttúrulega að nýta það vel og það verið að því. En á svona stóru svæði og mannmörgu svæði sem með mikla menningarstarfsemi þá náttúrulega þyrftu peningarnir að vera meiri. En hvernig samspilið milli stærri, jafnvel atvinnuhúsa, eins og leikhús eða listasafns, við síðan minni aðila? Samvinna þarna á milli? Já, það samvinna og hún skiptir gríðarlega miklu máli því að þú ert kannski að sækja inn í þessar stærri stofnanir ákveðna fagþekkingu og reynslu sem þú getur nýtt út á svæðin og þetta svona pínu kannski við getum kallað þetta svona höfuðboðsskyldu þar sem eru með stofnanir sem eru ríkisreknar að hluta til að fá fjármagn frá ríkinu að sinna svæðinu sem slíku í heild. Hvernig viltu sjá menningu og listi þróast á svæðinu?
Ég myndi náttúrulega vilja sjá aðeins meira fjármagn og þannig líka það yrði þannig fjármagn til þeirra stofnana sem eru á svæðinu að þær gætu rekið sig og auðvitað vill maður sjá fleiri verkefni sem eru metnaðarfull og þróast og vaxa og dafna og við erum með þó nokkuð mikið af slíkum verkefnum en það kannski þyrfti að styrkja ákveðna þætti á ákveðin svæði innan okkar svæði sem maður getur sagt svo. Það sem að væri svona, það alveg hægt að bæta við sko. Við erum líka með mjög skemmtilegt verkefni í gangi menningarráði sem þróunarverkefni á austursvæðinu og austan Vaðlaheiðar sem heitir Aftur heim og það verkefni miðar að því að ná tengslu við ungt brottflutt listafólk og fá það til að koma heim og vinna að metnaðarfullum menningarverkefnum og þarna ótrúlega skemmtilegt tækifæri bæði fyrir unga fólki að skapa sér atvinnu í heimabyggð og líka fyrir fólki á svæðinum að nýta sér þetta öfluga fólk til þess að vinna með sér verkefni. Þannig að menningin getur alveg unnið með fólksfækkun og bara atvinnu? Klárlega, hún tæki til byggðaþróunar og ég vil bara meina það við séum ekki að nýta það nógu vel. Og við höldum áfram á Hjalteyri því undanfarin misseri hefur hópur listamanna unnið að því að breyta gömlu síldarverksmiðjunni á Hjalteyri í rými fyrir listamenn og sýningar. Verksmiðjan hefur vakið verðskuldaða athygli og var meðal annars tilnefnd til Eirarósarinnar 2014. Gústaf Geir Bollason, myndlistamaður, einn þeirra sem hefur tekið þátt í þessari uppbyggingu. Hann býr á Hjalteyri og með vinnustofu í gömlu verksmiðjunni en hann segir að umhverfi passi einkar vel við listsköpun hans. Byrjum kannski á því að tala samt aðeins verksmiðjuna. Já. Hvaða starfsemi fer nú hér fram? Þetta hefur verið hingað til mest sýningarstarfsemi við svona óhefðbundnar aðstæður og svona vanlega smíðar við þær. Fólk kemur inn og gerir hlutina mestu hér, býr þá til hér og þeir eru sem sagt, þetta ekki verk endilega sem eru varanlega heldur verðu sem sagt innsetningar sem eru alltaf miðaðar við rýmið. Það byrjaði 2008 svona hópur sem var til, fólk héðan mest. Svona í nefnu það Arna Valsdóttir, Þórarinn Blöndal, Aðalheiður Eysteinsdóttir, Jóna Hlíf Halldórsdóttir, Leni Zakaríasen sem stofnaði félag og hóf þessa starfsemi, fór að bjóða fólki hingað til að koma og sýna og líka bara til að gera eitthvað úr þessu fallega húsi, flotta húsi. Sko. Þetta náttúrulega hús sem var hvað stærsta síldarverksmiðja í Evrópu bara? Já, hugsanlega, örugglega í Evrópu. Ég veit ekki hvort hún var svo stærsta í heiminum, sko, það voru til einhverjar ansi miklar. Sko. Þetta verður náttúrulega svolítið sérstakt sýningarrými þar að leiðandi. Þetta er ekki svona eins og maður á að venjast hvítur salur með allt hotrétt og... Nei, það er svona ekki hlutlaust, sko, það er alltaf einhvern veginn, það hefur alltaf áhrif á verkið, það er alltaf meira svona samspil á milli, það er alltaf að taka einhvern veginn tillit til það, sko. En það er líka mjög gefandi held fyrir fólk, sko, það fær oft fullt af hugmyndum og það er spennandi að fást við það, sko. Og þetta er eitt af þessum náttúrulega eiginlega allt land sem að gömul húsnæði sem eru hætt að þjóna þeim tilgangi sem þau upphaflega þjónuðu eru breytt með einhverjum hætt og þetta þykir einstaklega vel heppnað. Þið voru nú meðal annars tilnefnd til Eirarósarinnar, verksmiðjan á Hjalteyri. Já, ég hugsa að ég allavega verið ánægð með þetta. Það komið margt mjög flott út úr þessu, sko, margt fallegt. Hvernig hófst þinn ferill sem listamaður? Maður veit aldrei hvernig slíkt hefst. Ég hef alltaf einhvern veginn beint eða óbeint meðvitað og ómeðvitað svolítið tengt mig við. Svona hluti alltaf verið að búa eitthvað til og svona, sko. Þannig að það gerðist svona smátt svolítið ósjálfrátt, sko. En ég, samt sem tók ákvörðun fór upp í listnám og ég sem sagt byrjaði þannig séð aðeins að fást það hér á Akureyri þegar ég var í menntaskóla. Þá var ég á námskeiðum og tók svona fornám í myndlistaskólanum hér. Þá var ég í Glerárgötu, var svona á svona sínu frumskeiði og síðan fór ég MHÍ, var þar í 3 vetur í Reykjavík og þaðan lá leiðin til Búdapest. Mér var svolítið, sko, ég var svo sem hafði mjög lítið verið í útlöndum og slíkt, þannig að þetta var þannig séð líka svona ævintýr sem að vissi hvað kemur út úr. Ég var þarna í 1 ár eða svona tæpt ár og eftir það fór ég svo til Frakklands að síðan í skóla, tiltölulega nýlegan skóla í nýrri borg utan Parísar, Cergy-Pontoise og þar lauk ég mínu diplómunámi í myndlist.
Og hvernig gáði það nú atvikaðist að þú ákveður að koma heim og ekki bara heim heldur á Hjalteyri? Svo vorum sem sagt í nokkur ár eftir nám bjuggum við í París og svo um aldamótin og vorum nú bara þurftum að gera einhverja breytingar svona á okkar högum. Það var að fæðast nýr fjölskyldumeðlum sko. Þannig að þetta var bara svona hugmynd sem kom upp. Svo við eins og svona alveg geta farið eitthvað annað í Frakklandi en við vorum ekkert alltaf spennt að fara frá París til Reykjavíkur eða eitthvað slíkt, heldur vildum við prófa eitthvað allt annað. Ég er nú gamall sveitamaður en þetta var allt einhvern veginn. Þannig við hófum leita af einhverjum svona stað út á landi. Við vorum einn vetur á Hofsósi. Þar fæddist sem sagt sonur minn, Axel. Og svo duttum við niður á þetta. Það var laust, það var hús til sölu hérna og staðurinn náttúrulega frábær, flottur. Ég vinn sem sagt mest í formi tekníka og ég þannig sé bara með hefðbundnum hætti. Þetta eru myndraðir, myndflokkar sem ég vinn og svo segir líka, ég kalla það líka svona teiknaðar einstaklingar, það fylgir þeim oft einhverjir þrívíðir hlutir í sýningu allavega og myndbönd og fleiri hlutir. En þú ert náttúrulega að vinna eða ekkert náttúrulega, þú ert að vinna mynd núna. Segðu okkur frá henni. Já, svo það tengist þessu, eins og ég segi, það eru stundum myndbönd og annað sem kemur inn í þessar teiknuðu einsetningar eða þessar hluti sem ég er að búa til og lifandi myndir og núna ef ég er að vinna aðeins stærra verkefni vanalega og þá ger ég það í samstarfi við annan listamann eða listakonu, heitir Clementine Roa og þetta eru svona klukktíma mynd, hún er einhverju leyti svolítið einhvern hluta byggð á því sem ég hef verið að teikna og svo náttúrulega koma náttúrulega hugmyndir frá henni líka, þetta verður svona samspil. Svona að lokum, hvert ætlar að stefna? Hvað ætlar að gera svo? Ertu með plan? Já, ég er alltaf með eitthvað sko, ég er alltaf með ég er ekkert með neinn þrælskipuleg plön, ég get alveg unnið án þess en það er alltaf svona auðvitað samtímis sem maður er alltaf að reyna að finna einhvern sko, áfangastað að markmið sko, og það yfirleitt gengur ágætlega. Eins og fyrr segir þá er það öflugur hópur listamanna sem stendur að uppbyggingu verksmiðjunnar á Hjalteyri. Ein úr þeim hópi er Aðalheiður Eysteinsdóttir, myndlistakona, en hún er líklegast þekktust hér á landi fyrir tréskúlptúra sína af fólki og dýrum. Við hittum Aðalheiði í Alþýðuhúsinu á Siglufirði en hún segir að það sé sitt annað heimili. Hittir í Freyjulundi nærri Akureyri. Góðan daginn. Sæl. Velkomin. Takk fyrir. Þetta er nú annað heimilið, þetta er það ekki hérna í Alþýðuhúsinu? Jú. Siglufirði. Það er orðið svoleiðis að ég orðið 2. Já. Og kosturinn við það er að ég er alltaf að fara heim, það er alveg saman hvort ég er að koma héðan eða koma hingað, þá er ég alltaf á leiðinni heim. Og hitt heimilið er Freyjulundur? Þetta er Freyjulundur, já, í Eyjafirði. Hvenær hófst svona þinn listamannaferill? Ég útskrifast úr myndlistaskólanum á Akureyri 1993 og ef við miðum við það að það sé svona þeir tímamót þegar maður byrjar að starfa sem myndlistamaður. Ég hafði eitthvað sýnt áður en ég útskrifast úr myndlistaskólanum en svona á þeim tíma þá þótti ekkert mjög æskilegt að fólk væri að sýna meðan var í skóla. Það svona, ætti að bíða með það. Ég hélt sem sagt mína fyrstu einkasýningu strax sumarið eftir ég útskrifaðist, 1993, í Deiglunni á Akureyri. Var þá með stór og mikil málverk, sjálfsmyndir og gera mikla tilraunir við það að svona virkja rýmið inn í málverkin. Þar að segja ég var með stórar körfur fullar af eplum inn í rýminu, svona alveg raunverulegum eplum sem að fólk átt að borða. En svo voru sko epli og fólk að borða epli inn á öllum myndunum líka. En síðan eins og leitu í ljós og að þá svona fór ég að tók ég alltaf stærri og stærri skref í því að færa málverki út í rýmið og enda með að vera hreinlega í þrívíðum verkum í skúlptúr. Eigum við kannski að fá að rölta aðeins og sjá það sem þú ert að vinna í núna og ekki síður í, síðan og það er sýning til dæmis
Með Hlynur Halls það ekki? Jú, ég ekki hérna gallerí, Kompuna, og þar hann Hlynur Hallsson að sýna þessa dagana. Ég skal sýna þetta. Hér hef ég sett upp, sýningar með listamönnum, bæði íslenskum og erlendum, sem þetta náttúrulega mjög lítið rými, en þegar ég var að taka húsið hérna í gegn, þá ákvaði ég að búa til eitt svona hreint rými sem væri ekki með gluggum eða ofnum eða neinu svona sem truflaði. Þannig að það væri hægt að setja hér upp litlar sýningar og svona, þær eru mjög svona nálægt manni. Þetta svolítið svona eins og gangur sem maður gengur hérna í gegnum. Maður fer inn í vinnusvæðið mitt. Þannig að þetta þetta allt svona alveg beint í æð. Þú hefur mjög oft fengið aðra listamenn til þín eða í samvinnu eða heimsókn. Já, ég hef mjög mikið haft gaman af því, sérstaklega þegar ég hef haft aðstöðu til þess. Þá er gaman að bæði að leyfa öðrum að njóta þess og líka að fá svona náið listaverk annara til sín þegar maður horfir öðruvísi á þetta þegar maður hefur fyrir augunum alla daga. En þessi skúlptúrar sem þú hefur verið að vinna mikið núna með og kindurnar upphaflega sem var náttúrulega risaverkefni. Segðu okkur kannski frá þeim, þetta svona það sem að flestir þekkja þig af, þessi skúlptúrar. Auðvitað hefur þetta náttúrulega þróast í gegnum tíðina og þau náttúrulega, eins og ég segi, voru fyrst til að byrja með, þá var þetta mikið verk sem voru bara unnin úr alls konar dóti sem ég fann hér og þar og svo nokkra spýtur svona með til að mynda einhvers konar mannsmynd. Og ég setti upp sýningu 1999 á Listasafninu á Akureyri þar sem var svona hálfu afrikanskt þema og ég var að reyna að komast sem lengst í burtu frá sjálfri mér með að gera eitthvað sem var mjög ólíkt sjálfri mér í verkunum. En svo þegar upp var staðið þá var þetta náttúrulega allt saman eiginlega bara eins og portréttmyndir af mér. En svo hafa þessi verk bara þróast í gegnum tíðina og ég svona þessi vinnslu aðferð að svona púsla saman mörgu ólíku timbri og svona timburafgöngum. Hún svona þróaðist og orðin í dag þá sem sagt orðin svona þetta það sem að timbri í raun og veru eiginlega eingöngu gerir verkin. En svo hafa verkin líka verið að þróast upp á veggina aftur. En ég alltaf, samt umfjöllunarefnið alltaf það sama, svona þessi mannlega reisn og fegurðin í hversdagslífinu. Það svona það sem ég hef gaman að því að fjalla og það fer alltaf að skipta minna og minna máli eftir sem árin líða hvaða í raun og veru miðil maður notar til þess. En svo annað verkefni sem ég mætti að minnstakosti hérna síðasta sumar og sá svo skemmtilegt verkefni sem kallast Reytir sem þú tengist nú allavega eitthvað. Já. Það alveg frábært verkefni og það sonur minn Arnar Ómarsson og vinur hans Ari Martinsson sem að standa fyrir því verkefni. Og það eiginlega svona, hvað ég segja, þeir kalla þetta ekki listahátíð en þetta sem svona stefna skapandi fólks og þetta geta verið starffræðingar, heimspekingar, myndlistamenn, hönnuðir, dansarar, tónskáld, hvað sem bara fólk sem hefur þessi gen að vera skapandi. Hver þín upplifun af stöðu menningar og listar á þessu svæði? Mín upplifun af því bara svo að það ótrúlega margt að gerast og mjög blómlegt menningarstarf út allt. En það alltaf peningamálin sem strandar á að það sé hægt að gera hlutina virkilega vel. En sjálfboðastarfið unnið alveg óendanlega mikið út allt og ekki vantar hæfileika fólks því það liggur við á hverjum bæ og út allt sem skapandi og frábært fólk. Öllum líður betur það sem blómlegt menningarstarf og bara hér á Siglufirði fólk að flytja heim aftur, fólk af minni kynslóð að flytja aftur hérna í bæinn vegna þess að menningarlífið svo blómlegt að því hér orðið vistvænt, hér hægt að vera af því að það svo margt í gangi. Aðalheiður hefur komið víða við á myndlistaferli sínum en hún var einn þeirra sem tók þátt í uppbyggingunni á listalífinu í Grófargili á Akureyri en í Grófargili var á árum áður umfangsmikil iðnaðarstarfsemi í öllum byggingum en smá saman hvarf sú starfsemi og stóðu húsin því eftir tóm. Þórgnýr Dýrfjörð, framkvæmdastjóri Akureyrarstofu, tilur að uppbyggingin í gilunum, sem nú oft kallað listagil, hafi skipt miklu máli. Listagili var til
svona, já, hugmyndin var til 85-90, eiginlega í því sem að stundum hefur verið kallað Akureyrarkreppan. Það er að segja þegar að drógur umsvifum KEA og sambandsins hérna á Akureyri, þá var eitt af því sem að gerðist og reynda var það farið að gerast vegna þess að kaupfélagið hafði flutt sig úr Gilinu. Þetta var svona náttúrulega ein af höfuðstöðvum kaupfélagsins og iðnaðarframleiðslu kaupfélagsins og útkoma var svo að hér stóð gata sem var bara smá saman að tæmast og hús sem að voru á leiðin að breytast í draugahús. Já, það er líka fróðlegt að leiða hugan að því að þetta var svona á sögulegum tíma í samfélaginu þegar voru ótrúlega margir atvinnulausir og margir þurftu að breyta hérna, bara líf í rauninni sem hafði verið í mjög föstum skorðum áður. Þannig að þetta var svona, pólitískt má segja það að búa til listagil sem var ákveðið, semst í samvinnu listamanna og Akureyrarbæjar og raunar ríkisins. Þetta var nokkuð hugrokk ákvörðun og það voru þetta margir sem að, eins og gjarnan á svona tímamótum, margir sem að hristu hausinn yfir þessu öllu saman. Það sem að var svona strax miðjan í hugmyndinu var listasafnið á Akureyri og sem sagt bara alveg frá byrjun ákveðið að hafa listasafnið á Akureyri í Gilinu og svo var hugmyndina í kringum það væri svona grasrótarlíf, frjálst lista- og menningarstarf og svo bættist myndlistaskólinn inn í myndina og ég held ég getur sagt svona kannski að akkerinn í Gilinu núna eru listasafnið og myndlistaskólinn og allavega það er mjög auðvitað að hugsa ef að þessar stofnanir væru ekki, væru við þá með listagil. En það breytir engu það að svona lífið sem er í kring, vinnustofurnar, sýningarnar og bara fyrirtækin, kaffihús og veitingastæður og svo framvegis, þetta allt saman gerir heildina sem að hefur fengið nafni listagil og orðið kannski vörumerki. Síðan hefur verið starfsemin breyst, þá komið ný félög og nýir aðilar. Ungi listamenn þarna í portinu og bakvið. Nákvæmlega, þannig að það er svona eitt af því sem að við erum með þessar stofnanir sem að þarna eru svona límið í sögunni, en síðan er ýmislegt að gerast í kringum það sem að breytist í raun og veru í sífellu. Sumir vilja nú meina að megi leggja enn meira í Gilið og það þurfi meira fjármagn og alls konar. Það er alltaf eitthvað rætt þetta mál. Það vantar alltaf meiri peninga. Það er bara þannig. En það er líka, sko, það var sett upp svona 10 atriða skjal með markmiðum það hvað ætti að verða á Gilinu. Það er kannski 20 á þessum lista sem að svona á eftir að uppfylla og það er annars vegar það að klára listasafnið. Það býður mjög glæsilegur sýningarsalur upp á 3. hæð í Mjólkursamlagshúsinu eins og það er kallað og var Mjólkursamlagið. Síðast er þetta brauðgerð og svo er annað og kannski heyrist það í bakgrunum hjá okkur að það hefur alltaf verið markmið að bæta umferðarmálin í Gilinu. Hægja á umferðinni, gera þetta svona meiri vistgötu, raunar hafa gangsteinarnir verið breikkaðar en svona í upprunalegu hugmyndum þá er meiri gróður, það er hægari umferð og bara meira pláss fyrir gangandi. Við heyrum það nú bara hérna þegar við tökum þetta viðtal að þetta er nú ekki beint svona rólegheitar staður. Nei, núna á vetri til þegar allir eru á bílum og allir eru mjög margir á nagladekkjum að þá kemur þetta mjög berlega í ljós og það tökum við eftir því svona yfir þegar mikil snjór í Gilinu og þá er það nú bara svolítið hættulegt. En það er fleira sem að verður eiginlega að nefna og það er væntanlega að minnstakosti tvennt. Það er annars vegar Leikfélag Akureyrar og hins vegar Menningarhúsið Hof. Já, það eru svona ef við svona kíkjum á þetta sko sögulega þá eru svona nokkur atriði sem eru ábyggilega svona mílusteinar eins og það stundur kalla og Listagilið er eitt af því. Listagilið var til að mjög yfirráði. Þetta var aðgerð, þetta var pólitísk aðgerð. Leikfélagið er miklu eldra en svona líka sko hvernig væri menningarlíf á Akureyri ef Leikfélagið var ekki. Ég held við getum alveg nefnt líka stofnun það sem hét Kammersveit Akureyrar en núna Sinfóníuhljómsveit Norðurlands. Amtsbókasafnið er líka svona. Þetta er allt svona og núna nýjast á Menningarhúsið Hof. Þar sem að Sinfóníuhljómsveit Norðurlands hefur einmitt aðsetur meðal annars. Og það sem er mjög svolítið gaman að hugsa þegar maður hugsa tilbaka hvað eru tilvílanir og hvað eru yfirvegaðar ákvarðanir, eitthvað sem að við ákváðum eða þeirra tíma fólk ákvað að gera til þess að bæta samfélagið, til þess að gera samfélagið áhugaverðara og eftirsóknarverðara og þetta er allt saman hluti sem að þetta eru ákvarðanir sem eru teknir í þessu skyni að byggja samfélag, að bæta samfélag. Skipti Menningarhúsið Hof sköpum? Já, ég held að við getum alveg bara, auðvitað er sagan ennþá stutt, en fjölbreytileiki hefur aukist mjög og ég held að við getum alveg fullyrt það.
Við sjáum líka bara svona hluti eins og samstarf, ég tek bara einhver dæmi að handahófi, samstarf Point Dance Studio sem dansskólinn okkar hérna í bænum og tónlistarskólan og skólans og Sinfóníuhljómsveit Norðurlands. Þau héldu stóra sýningu núna fyrir jól, sko, Nótubrjóturinn, dans og tónlistar, ballett í rauninni. Ég ekkert viss að við værum að gera þetta, ættum að gera nýja vettvang. Þetta risa svið, sæti fyrir 500 manns og það einhvern veginn ekkert að gera nema bara kveikja ljósinn, stilla kastarana og byrja að æfa og svo sýna. Sko, eitt af það sem einkennir, vel lukkaðar aðgerðir, ef þær eru þannig að þeir draga fram bæði möguleika sem að lágu í samfélaginu og biður bara einhvern veginn eftir að fá að koma, en líka svona nýja möguleika, nýjan kraft. Og ég held við sjáum bara hvort tveggja í menningarhúsinu. Er Akureyri menningabær? Já, ég held að ég var svona leið að því með öllu því sem ég hef sagt, held ég, að yfirveguðu ráði þá hafa Akureyringar ákveðið að vera, þeir hafa alltaf einhverju skilningi hefur menningarstarf bara frá því að samfélagi fór að mótast, verið einkennandi, leiklist og söngur og kórsöngur og svona, þetta hefur alltaf búið einhvern veginn í samfélaginu eins og auðvitað flestu samfélagum í Íslandi, en síðan eru svona nokkur atriði þar sem við höfum bara ákveðið að styrkja þessa ímynd annars vegar og fara í hluti sem draga eða gefa möguleikum kost á því að verða veruleika, svo má orðið komast. Og styrkir þetta svæði, eða þetta er væntanlega ekki bara fyrir Akureyri? Nei, þetta er einhver, eins og stundum er sagt að Akureyri vill vera, reynir að vera einhvers konar lítil höfuðborg fyrir Norðurland, fyrir sitt svæði, þannig að fleiri njóta þess og Akureyri sem þjónustukjarni sem hann hefur auðvitað líka bara hag af því, þannig að þetta er bæði svona einhvers konar hugsjón það að gera samfélagi betra, en líka bara einfalt svona hagfræðilegt atriði, að vera áhugaverður og draga að sér gesti.